Ég ætla að segja ykkur frá hvað kynhlutverk, uppeldi og hvernig þetta bæði gæti passa saman og hvernig þetta hefur sömu tengingu. Fyrst í raun kynhlutverk eitthvað sem þú átt að hegða þér í samræmi við ríkjandi viðmið og gildi sem eru almennt viðurkennd fyrir hvort kyn. Eins og til dæmis strákar eru hrifnir af bílum, bláum og grænum litum og til dæmis íþróttum. En svo kemur það að stelpum og þá eiga þær að vera hrifnar af litunum, bleikum og fjólubláum til dæmis, kjólum og barbídúkum. Eins og til dæmis. Ertu ekki að vera tilbúin? Jú! Nei. Þú færð ekki þessu. Þú ert ekki strákur. Þarna. Ok. Skal það þá? Þú ert fljót. Já. Þetta allt annað. Nú ertu eins og stelpa. Við skulum fara. Ok. Allavega. Hvað uppeldi? Uppeldi á í raun og veru að kenna einstaklingi á þau viðmið sem ríkja í samfélaginu. Kenna og skýra hvað rétt og hvað rangt. Uppeldi á að vera á ábyrgð foreldra og forráðamanna, en það auðvitað mismunandi aðferði hjá fólki hvernig á að ala börn upp og hvernig aðstæðum þessi börn eru í. En hvernig getur kynhlutverk og uppeldi, hvernig tengir þetta tvennt saman? Ástæðan fyrir því getur verið að alls konar ástæður, en þessi ábyrgð á foreldra og forráðamann með því að setja strákana sína bara í blátt, gefa þeim bíla í afmælisgjöf, en svo gefa þau til dæmis kannski stelpunum bleika kjóla og dúkkur. Margir fræðimenn í eldri rannsóknum telja einnig að þegar börn eru ung skiptir það í raun ekki máli hvaða kyn þau leika sér með, til dæmis á leikskólum. En svo þegar þau verða eldri og það kemur með þessu uppeldi að þau myndu vilja frekar að fara í það sem þau halda tilheyrir sínu kyni. Eins og til dæmis stelpur fara að leika með stelpum og strákar leika með strákum. Sem samt í raun ekki slæmt, en það á að geta öll kyn leikið saman. En einnig þetta ekki börnunum að kenna, því að þau alast við þessar reglur á heimilinu og þau alast upp við þessar reglur og vita því miður ekki betur hvað rétt og hvað rangt og hverjum þeir eiga að leika með og með hvað þeir eiga að leika sér með. Og það ætti í raun og veru að foreldrar eiga að kenna börnunum sínum allt, en sumir gera það ekki. En svo líka talið þess að feðurnir eru meira fyrir líkamlega leiki, eins og til dæmis að setja börnin sín á hestbak eða kasta börnunum sínum upp í loftið. En svo talið að mæðurnar eru frekar rólegri, eins og til dæmis þær eru sá sem að lesa bækur fyrir börnin sín þegar þau fara að sofa. En þegar kemur að kynhlutverkinu það yfirleitt foreldrarnir og forráðamenn, skólanemendur og einnig kennarar og samfélagsmiðlar sem hafa mjög mikil áhrif. Samvinna skóla og heimila á að bera bæði jafn mikla ábyrgð á heimanám barna. Það yfirleitt strákarnir sem að fá minni námsaðstoð heima fyrir en stúlkur. Og hins vegar að stúlkur fá oftast einhver hlutverk heima hjá sér, eins og til dæmis þvottinn og vaska upp. En það ekki í flestum aðstæðum. Og þetta eins og áður, þetta bara
fer eftir hvernig þú ert alin upp. Mín lokaorð væri í raun að maður lærir mjög mikið af þessum lokaverkefnum í skólanum því að eins til dæmis með þetta verkefni, það er svo mikið sem ég lærði sem að ég vissi ekki áður en þetta var líka mjög skemmtilegt og áhugavert. Takk fyrir!